Hérna aftur. Þá kemur boltinn út á Öglu Maríu. Hún fer á hægri fótinn, hún lætur vaða og hún búin að skora! Það ekki komin 1 mínúta á klukkuna. 5. Og hvað gera þær annað en að refsa? Meiri hluti þeirra marka í sumar hafa komið eftir slík, en hér hornspyrna. Stórhættulegt og það bjarga á línu. Þetta ekki búið því að Berglind Björg, auðvitað er það Berglind Björg sem að setur hér annað markið og það eftir þessa fíaskó fyrirgjöf. Komast ekki langt áleiðis, það er allt annar kraftur í Blikaliðinu. Þetta er frábærlega að spila hér, Samantha. Upp á endamörkum, rennir boltanum út, en sendi ekki frá Samanthu. Slök og hér fyrir boltinn í markið af Berglindi Björgu. Valskonu kall eftir hendi. Þórður segir nei og þetta mark stendur Berglind Björg að skora 7. mark sitt í sumar. Og koma Blikum í 3-0 hér undir lok fyrri hálfleiksins. Já, hér, ég skal segja ykkur það. Út í teig. Þetta er 4. markið. Talandi að vera ofurvaramaður, Karitas Tómas. Aftur fyrir boltinn að detta inn fyrir og þetta er fyrsta markið upp úr nánast engu. Freyja Karín Þórðardóttir komin einn í gegn og rennir sér snirtilega fram hjá Aldísi. Freyja Karín alveg ein á auðum sjó. Hefur verið einn allra besti leikmaður deildarinnar undanfarin ár. Freyja Karín að gera þetta vel, kemur sér á sprettinn, en Valgerður Rós eltir. Freyja upp að endalínu og rennur hann út í teiginn og Karl Marín er ekki að koma um marki. Unnur Dóra Bergsdóttir að tvöfalda forystu Þróttar. Og Aldís, hann sem á boltan. Sendi ekki fram völlin, misti með klúður hér og Telma komast í gegn og hún er að minnka munin. Telma Karen Pálmadóttir, mistfunnadóttir með afdrifarík mist. Þróttarar eru með boltan, Sæjun lyftir sín á teiginn og smá vandræðagangur hérna skotið, en áfram heldur þetta Þórdís ennþá með boltan og kemur honum út í teiginn og þetta endar inni. Þórdís Elva Ágústsdóttir að skora 3. mark Þróttar hérna. Dettur boltinn inn á teiginn og Freyja Karín vinnur hann og dauðafæri, 4. markið er komið. Freyja Karín Þórðardóttir, þetta er ekki fyrsta skipti sem Hann tók á móti FHL í Blíðunni í Garðabænum í dag. Búningar FHL urðu eftir fyrir austan og léku bæði lið í stjörnubúningum í dag. Stjarnan í sínum og FHL í varabúningi Garðbæinga. Eftir nokkuð rólegan fyrriháleik náðu heimamenn að komast yfir rétt fyrir lok hans þegar Úlfa Dís Úlfarsdóttir skaut boltanum laglega í fjærhornið og staðan 1-0 í hálfleik. Hérna miðuna Amalía hér á Söndru Maríu sem kemur hér á ferðinni. Setur hann hér inn fyrir Amalíu sem nær skotur í inn að vera stöngina og fylgir þessu eftir sjálf og klárar. Fyrsta marki komið hér í Úlfarsárdalnum. Það er Amalía Árnadóttir sem skorar fyrir Þór Káa til sendingu frá Söndru Maríu. Og þarna skal þurrina í helum. Það er með sendinguna fram á Söndru sem nær þessu. Sandra fínni stuð hér, keyrir bara teginn. Sandra María ætlar að klára þetta sjálfur, gerir það. Kemur Þór Káa í 2-0. Er á 30. mínútu. Frábærlega klára sendingin, góð hjá Henriettu inn á Söndru. Veldur ekki bjóða sér þetta. Og þarf að bjóða Söndru Maríu upp úr svona verið því hún klárar þau. Kemurlega háa boltinu til flottu bolti og fjærstungin og þetta svo fyrir. Hér er Muriel Tjernan að minnka munin í 2-1. Þeir eru blálokkin á fyrrháleiknum. Þetta er það sem að leikurinn þurfti. Þá við smá fjör í þetta hér í sérháleik. Þetta var vel gert. Flott spilna. Sonja Sterko setur þetta hér á
Þetta sem fara hérna til hægri, frábær sending, Angela sem lyftir hann inn á tegin og skalli og frábær mark hjá Þór Káa. Sandra María Jessen stangar þennan netið eftir frábæra sendingu frá Angelu Marie.